Hlaðvarp FM 95 Blö. Það föstudagurinn 7. mars og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Önnu Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir fyrirliði þáttarins. Egill Einarsson, ég ætla að byrja þér, hvernig ertu? Ég hef ekki verið betri held ég. Ofboðslega gott að heyra. Ég man ekki hvernig ég var betri. Nei, það er það samt þannig hjá þér núna? Já. Ég veit þú segir þetta alltaf og stundum meinar það, en það er ekki alveg þannig hjá þér núna. Hvað, okkur ekki. En þú ert að slappast eitthvað upp, ég sé það. Já, þú ætlar á herrakvöld Breiðabliks í kvöld, vissi ég, og það er búið að cancela því út af koronavirus. Já, en sko, þá hefði einhver lagt árar í bát og farið upp í sófa. En ég ætla ekki að láta Breiðablik, því að ég ætla ekki að segja að mínir Blikur séu aumingjar, en þeir eru aumingjar. Nei, það er að cancela sko, samkomu út allan bæ sko. Við þurfum að halda með áfram með lífið þrátt fyrir þessa koronaviru. Og þessi ég fann annað herrakvöld. Ég er að fara herrakvöld í Njarðvíkur. Ég netti sko, ég var búin að plana það að fara herrakvöld í kvöld. Og að Blikarnir eru með lóðurétt. Ég fann til Njarðvíkur. Það er bara þannig. King Mike Brown í Dr. Fútból er kongurinn þar og þú ert að fara að gunna veislustýra. Nú þú ert að fara að gunna brautina eftir. Já. Ég veit ekki hvort þið diss eða ekki, en hann er byrjað að tala varafyrirliði þáttarins. Hvernig ert þú? Hvernig fannst þér þetta svo? Ískaldur túborg. Ég bara gæti ekki verið betri. Ég er fróðandi fínn og fyllandi góð. Það er gott að heyra. Ég er drullu góð. Er eitthvað ljótt að ég kallaði varafyrirliða? Nei, ég kallaði bara svo vilt maður. Ég haf bara pyrraður daginn þá kallaði mig Vassbera. Mér fannst það bara að vera að fara, þá stekstu við línuna. En málega, þú mátt alveg kalla mig hvað sem er. Markaskoraði síðast. Já, ég er bara, en þú veist, svona fyrst og fremst, þá er ég bara fróðandi fínn í dag. Ég er í góðum gír. Ég var að opna bjór, sekur. Við erum sekið saman, þú ert með einn. Já, ég var eftir að opna hann. Já, opna hann bara, ríðan upp. Þetta er þannig þáttur. Ég veit það. Við erum bara heiðarlegir og okkur finnst það gott að fá okkur svona 1-2 og ræða málin. Það er föstudagur. Já, og bara sittast niður og ræða málin bara á almennilegum nótum. Já. Yfirvegaðir og minna þetta er fyrst og fremst menningarþáttur. En er gír í þjóðfélaginu? Úti það er farið? Nei, það er vesen í gangi. Já, vesen, það er bara léleg stemning. Og núna verðum við bara að vera hreinskilin. Við þurfum að reyna að lyfta upp næstu 2 tímana. Það er verið að cancela bara stórum kvöldum eins og er búið að koma fram í þetta og það er bara, held ég líka þú veist, ekki það að við ættum að vera hérna að tala mikið vírusin. Við höfum ekkert vita á honum og í rauninni allt sem við segjum er auðvitað rangt hjá okkur líka. En mér finnst samt svona það er sko vissulega á það rétt á sér líka. En það er náttúrulega mjög mikið panik. Já, það er líka að koma bara 10 mannsakar minnast að degi. Já, það var það sem ég langaði nefnilega að koma inn á. Af hverju finnst mér finnst stundum svona, bara með við höfðatölu, það finnst mér við einhvern veginn alltaf vilja bara reyna að sækja eitthvað met. Þetta er ekki að dreifa svona hratt annars staðar. Í alvörunni tala. Þetta er að dreifa sér hraðast hér. Við erum að standa okkur helviti vel. Já, af því að við erum það fámenn að við náum að rannsaka þetta mun betur heldur en það sem að búa marga milljónir. Já, ég veit, en þú veist, þegar maður léttari fyrir okkur að greina þetta. Seinast ég tjekkaði, þetta er auðvitað alveg ranga tölur á mér, þá voru nú ekki það margir til dæmis veit í Bandaríkjunum. En á Íslandi þegar þetta komið hérna, þá var það bara, heyrðu, það eru bara hérna 10-15 dag bara að greinast. Við erum líklega bara að ná Bandaríkjunum fljótlega. Þetta er bara að gerast mjög hratt. Við fórum með Belgíu bara einum degi sko. Við fórum fleiri í Belgíu. En okkur talar eins og það sé að good thing. Eitthvað svo sést að monta það á sig. Við erum komið vel við Belgíu. Við erum ekki í Eurovision-stigum minna sko. Já, svo erum við líka, við eigum metjókslega miklu. Eigum við ekki alls konar eitthvað prumpu met. Já, bara allt með að við höfðatölu eigum við met. Allir skyndibitar á Íslandi eiga söluhæsta staðinn, veist, eins og ég sagði einhvern mann við eitthvað með, til dæmis bara Kentucky að það er söluhæsti Kentucky staður í heimi, þá fekk ég nei enn í Bandaríkjunum. Fólk má ekki gleyma, það er bara eitt staður alltaf á hverjum stað í Bandaríkjunum og Subway, Kentucky, Domino's á Íslandi eiga heimsmet alls þar. Ég veit að svo eigum við heimsmet í ykkur netnotkun, sá ég einhver staðar og ég held við bara heimsmet í ykkur klámáhóru líka sko. Ég man ekki, og ekki einu svona reyna að koma með brandarana, ég sá strax varst að fara að segja eitthvað. Ég ætla að drepa það strax. Hvernig skildi það vera það? Ég veit hvað ætla að segja. Ég ætla bara að drepa það bara strax. Ég ætla að segja, við erum að safna metum og yfirleitt er þetta prumpumet sko. Og þetta er eitt af þeim sem við erum að safna. Myndi ég segja að Ítalíu ferðin mín páskana lítur hún ítli út? Sko, veistu hvað? Ég segja á skellið þér. Málega það finna við þetta er að það er ekki allir hlustendur sem vita þetta. Að þú átt ferð út til Norður Ítalíu páskana. Nei, ekki Norður Ítalíu. Til Ítalíu. Já, svona miðja Ítalíu. Sástu greinina sem var að koma núna um daginn
daginn á Vísi. Hvað í Ítalíu er það? Þetta er Pisa, rétt Pisa. Mér langar rétt að rifja þetta upp. Ég sá þetta var grein Icelandair held ég að það eru sko flugfreyjurnar og flugþjónarnir verða í einhverjum búningum Á morgun, já, það er að koma. Þetta eru svona Area 51 gallar sko. Við erum að tala það veist, svona eins og í komískum bíómyndum þegar eitthvað gasleiki. En hvenær tekur maður ákvörðunni? Ég þarf eiginlega bara að heyra í flugfélagum, veist, á maður að býða í 2 vikur og Nei, þú ferð bara og síðan ferði í good shit sótkvíð og kemur heim. Ég get ekki, við erum að fara í tökur, við steinda á Júragarðinu. Við erum að fara í tökur á 8 þátt að leikinni seríu. Það er annað hvort. Ef auðvitað er að fara að taka hérna heilt kvikmyndakrú sem eru 20 manns, segir, herru, ég ákveða að henda mér í sótkví, það gengur það ekki. Sko, 2 valmöguleika annarkot ferð til Ítalíu og ferð í 2 vikur í sótkví eða út heima. Það er ekki 3. valmöguleika. Nei, ég veit það, takk fyrir að útskýra þetta fyrir manna mannamáli. En auðvitað það sem gerist þarna, ef þú myndir henda þér, þú gætir ekki komið og verið eitthvað salta sótkví. Það því að það er bara fullt af, hérna, þetta er náttúrulega hættulegt fyrir til dæmis eldra fólk og undirliggjandi fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Fólk er að monta sig að því að hafa fundið að loophole með að fara í gegnum eitthvað aðra borgir eitthvað, setja þennan snabbt Þú getur fengið cash fyrir að vera í sótkví, sko. Já, getur verið á launum. Hvað heldur að hristingsvörðblöð myndi elska að vera 2 vikur í sótkví? Ég myndi ljúga, ég væri með veiruna. Bara til að hanga heima með 2 vikur. En er þetta ekki bara einfalt mál fyrir þetta? Þú ringir upp í Icelandair. Þetta er nefnilega meira mál það. Ég ætla ekki að fara að útskýra það hér. Það er búin að leigja hús, þetta eru 2 flugfélög, þetta er allt í rugli. Þú fær bara til Tenerife í Abagarðin og hefur gaman. Komdu með Gilsa til Tenerife. Ég verð samt að segja ykkur Svalim alltaf på 10 þar, enginn smittast þar. Jú, það er annarkoð maður. Þú ert að fara líka. Hvernig ætlar þú að komast? Ég var að tjekka Svala fyrir 5 mínútur síðan. Það bara þessi H10 Hotel Smith. Annars er alltaf bara 10 á Tenerife. Þannig að þú þarf ekki að fara í sótkví frá Ítalía er in the shitter. Það sem blöður að fara. Þetta er ekki náðu gott sko. En það er, hérna, ég var í London síðutelgi og laugardaginn þegar við komum þá ætlaði að taka hraðlestina. Þetta er ekki löng saga en mér fannst þetta mjög fyndið og það var bara hversu drullu sama þessum gaur var. Ég var búinn að segja þér þetta stendi og það var, við ætlum að taka hraðlestina beint inn í London þegar varstu miklu snegri, 20 mínútur og það er fullt af fólki að kaupa svona miða í kössunum í hraðlestina og kemur einhver kona í svona úlpu mert hraðlestina eitthvað, excuse me folks herru þið get ekki tekið hraðlestina þið þurfa að fara í underground lestina. Það var maður hérna að deyja það var dauðsfall í lestinni. Það var gaur við hliðina á mér svona My God, pick a fucking day. Það var drullu saman sem verið dáin. Það var ekki ánægða með þessari fréttir. Nei, hann nefndi ekki undergroundið. Not a single fuck given that day. Nei, hann bara pick your fucking day, maður. Ég gati ekki alveg að hleyja. Ég var búin að sippa 2 mínútur að það var slæma dag sá. Hann er bara að vera á hraðferð. Það var að drífa sig. En herru, við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Herru, ég sé nú strax, hér er skrifað með svörtum penna, spurt og svarað. Ákveður þetta komið inn á handriti? Já, ég er búin að fá mikið að e-mail. Ok, kannski út af hérna, ég veit ekki út af vírusnum eða eitthvað, ég ekki humdum. Það er mikið að mailum, ég ætla að velja 2 random postu eftir. Ok, spurt og svaraðir í dag, við erum með myndir fyrir Cass, Steindi, þú sér það. Akkurat. Spurningi hérna Gilsarans, hvað ætlar að vinna með þar? Ég er með King of Surviving the Coronavirus. Nei, það? Akkur ekki. Hvað er líklega Ég er þetta ekki bara handþvottur og máliði döitt og við erum bara að passa sig að vera ekki hérna. Ég er bara hver er líkleri til að hérna hrista dassir ef hann færi þetta. Er það Steinþór eða orðar þetta þannig. Svo erum við með engamálið, það hefur ekki verið í smá tíma núna. Nei, við ákvæmum að dustar ekki af því og ringi út í bæ og það er svo gaman að maður næra að drita mörgum orðum og koma mörgum orðum að og það hefnaðist mjög vel í dag. Já, svo erum við með kortmyndur frekar hvor ykkar kemur aftur eftir nokkra mánaða pásu og fleira en eins og það heyri þá er uppáhaldslægið mitt komið undir þetta lag verður spilað þar til ég fæ leið á því þetta er The Weeknd Blinded by the Lights. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Það held ég, elsku vinir, þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er full mannaði bátur, við erum nýlagðar að stað í þetta ævintýri þennan föstudag. Við erum bara rétt að fara úr höfn og það er komið, ef mér skjáttlast ekki þá er komið að brakandi fesku erlendu slúðri. Það er hár rétt þér og það væri skrítið um þetta ekki vita hvað væri næst því að þetta er orðin nokkur ár og alltaf er slúðrið á sama stað. Ég er að spá að byrja Hvenær verður þátturinn 10 ára gamall? Næsta ári og við verðum að það verður haldið upp á það með prompoprakt. Það verður rosalegt. Já, getur þetta hendi eitthvað rosalegt þá.
En á ég ekki að byrja bara á okkar manni, Justin Bieber? Jó, ég veit, Jána, þú búið að standa þig fárlega vel með slúðurinn. Bieber er einhver einasta slúðumál. Hann er líka... Segðu mér að Patrik sé í einhverjum mólan hann er út allt, Justin Bieber. Hann er hjá Ellen, hann er Jay-Z Gordon, hvað sem þetta heitir, hann er endar að fara á túr, ég held að hann sé að svona auglýsa það svolítið. Hann er líka bara að fara yfir þetta. Hann er að því. Já, hann er allavega, hann er á milljón og núna í nýjasta viðtalinu þá sagði hann væri orðinn háður tattúum eða húðflúrum og bara gæti ekki hægt og postaði svo mynd af sér. Hann náttúrulega er háður líka bara öðru sko. Veitu hvað? Ég er orðinn svo þreyttur á þessu Bieber-dóti. Býtu, já, ok, hvað? Nei, ég er að fá send núna. Ég ætla bara að segja ykkur þetta. Ég er að fá send. Býtu, er háður heldur að segja að fara hann aftur? Já, ég held það. Ég held það. Nú ætla ég að koma í kenningu. Mála, ég er að fá send rosalega mikið á Instagram aðalega skilaboð frá fólki sem er alltaf að senda mig með Bieber. Það er að verðast allir vera sammála mér og treysta mér í þessu hvað ég er að tala um þetta. Og það sem er augljóst er það, mástu, ég kallaði það alveg strax að hann var ekki bitinn á skóamítil. Skóamítil, hann var ekki heldur að Bieber að vera í einhverju frisbeególfi einhvers staðar og hendi inn í eitthvað greinitri og fengi skóamítil. Það gerist ekki. Og málega, ég kallaði það náttúrulega. Það sem ég held núna, strákar, er hann er ekki orðinn clean. Hann er ekki orðinn clean. Hvað er hann að lenda á fósa? Hann ljúga því. Já, hann er nefnilega ekki orðinn clean sko og hann er með, þú veist, þetta kemur allt í ljós náttúrulega. En viltu meina að sé á dælunni þá bara ennþá? Ég held að sé sko allavega í bullandi fikti sko. Sko ég er með eitt hérna sem gæti ítt aðeins undir þetta. Þú er báttið ekki séð þetta því að þú hattar Jesus. Já, nei, ég ger það ekki. Egil, hlæru, sástu þegar hann hendi þessu hérna í vikunni. Jesus accepts us in our mess. Já, sko, málega það, nú eru hlustendur ekki að sjá þessa mynd. En þetta er eins og dóttir minn sem er 5 ára, hún skrifa betur. Þannig að ef hann skrifaði þetta er svona hann teiknaði paint, þetta er mynd sem hann hefur krótað inn á sjálfur. Jesus accepts us in our mess. Ég er sammálunum. Þú þarft að vera í eftir partí til að skrifa svona. Veist hvað stendur þetta? Jesus is king. Ég er ekki búin að sjá það. Hvað vaglið það? Og ertu að fá like á þetta hjá hann með það? Hefur hann ekki svo like það? Ég var ekki búin að sjá að þú kommentar á þetta. Ég er búin að setja Jesus King á svona 40 myndir hjá hann. Og er hann eða Patrik að like það? Ég sé það sko, dedicated Jay-Z menn á að setja skilabóður og ánæði með það. Hvað sendi einn í daginn? Ertu guðsmaður? Já, bara mjög ánæður, strákur sem greinlega elskar Jesú. Mjög ánæður að sjá að ég... Hvað meinur þau? Þú ert að kommenta undir mynd á Justin Bieber. Það sem er svona krótaðu texti eins og eftir unga barn. Þú skrifar Jesus is king sem er allt í lagi. Hann er það. Já, mér finnst þetta skemmtilegu djókur líka. Þetta er ekki djókur. Nei, sama hvað þetta er. En síðan er einhver annar náungi sem er að elda Bieberinn sem fer inn á þig og sendir þér message og segir ég er ánægð með hvað þú ert að kortandi Bieber. Það sem gerist að sá aðili er að elda bæði Justin Bieber og Egil, þannig að hann sér kommentið hans Egil. Þú ert að leika þér eldinu meil. Það sagði bara, ert þú Jesú maður, vákaðir glaður að sjá það og þetta er greinilega einhver harður Jesú Jay-Z. En að senda á hann, ég sé það líka. Já, ég held að hann hlýtur að vita. Þú veist að þú ert að gæla við eitthvað köld þarna bara sem út komin bara með annar fótinn í. Ég er að bíða ennþá eftir að fá fyrsta likeið frá The Beep Machine. Ég held að eftir svona kannski 200 myndir í viðbót ég segi Jesus King og fæ ég a like. Þú gefst ekki þau upp? Ég geti toppað það strafgar. Nei, ég segi ykkur eftir. Nei, hvað er með það? Nei. Varst það að fá like frá ykkur hot celebrity? Ég hef fengið like frá celebrity sko. Já, frá David Beckham hefði ekki? Frá David Beckham. Það er rosalegt. Það er gott like. Það er rosalegt. Hann hefði ekki like frá David Beckham. Fuck. Það er rosalegt like maður. Já, eins og ég segi, hann er heldur ekki að handkróta einhvern texta úr Nýja testamentinu. Hann er bara að taka flotta myndir. Herðu, allavega það var fréttin þetta eskuleitaði eins og gerist nótti hérna hjá okkur en hann er hálítáttur. Nei, ég er bara... En byrju, er hann að fá sér eitthvað Jesú-tattu eða? Já, pottjett. En hann segir að hann muni sennilega ekki hætta fyrir hann að sjáist ekki í annað en tattu og hann hefur áhyggjur af því. Svo kemur næsti móli sem er risastór fyrir Jackson 800 að núti. Corey Feldman, ég veit ekki hvort þið muni eftir hún leki Goonies og var það shit svona á 9. áratugnum. Var í öllum svona úlingamyndum og þeir voru tveir. Var það shit þarna í 2-3 ári í gamla dag. Ekki Kölkin samt. Nei, en samt, alveg þar uppi. No joke sko, var í Goonies, hann var í öllum þessum myndum, hérna Stand By Me og bara öllum þessum vinsalustu myndum. Hann er núna að gefa út bók sem heitir The Wolfpack og þar sem hann fer yfir alla helstu barnanýðingana í Hollywood sem að voru á eftir
honum og reyndu við hann og misnótuðu hann á þessum árum þegar hann var unglingur og hann vil meina að þeir séu allir á eftir sér núna annarkvort en hann klikkar eitthvað, ég veit það ekki en tekur strax fram Michael Jackson var ekki einn af þeim Þetta lítur að gleðja andlit Michael Jackson á Íslandi Þú verður bara að finna andlitið og segja hann Það sé brosa svona mikið í einum mál Nei, hann var bara, þú varst glaður þegar þú sagði þetta Er ekki líka góð líkur ef að Jackson hefði verið barnaniðingur þá hann hefði sagt það hann hefði farið í hann hefði reynt við hann ég segi bara eins og Dave Chappelle hann reynt við Macaulay Culkin en sko, málega það og Macaulay Culkin sé líka sér svartur Þú gætir alveg farið að taka Jackson bara live on stage aftur sko Nei, við erum góðir, við tókum þetta í sjálfanum Þú er búinn að vera með það í svolítið Hún ger allt vitlaust Ég hef þetta komið tími til að taka sko ná í hanskan og hattinn upp í skáp Herðu, svo það og hvað gera hvað við það? Bara byrja að dansa aftur Ég var löngu hættur að taka Jackson Lokaslúðrið sem ég sá bara inn á síðu þetta fjallar svo sem ekki neina stjörnu en það er fyrirtæki í Asíu sem að búið til svona klámdúkkur eða svona klámrobots eitthvað shit Trúð eða klám ekki trúður Þetta mun yfirtaka heiminn í daginn sko bara þessi velmenni sko Klámdúkkur Já, og láta það líkjast alvöru fólki eða stjörnum nema stjörnunum þarf að samþykja og þau greiða stjörnunum fyrir Get ég keypt dúkku sem er svo Valtýbjörn? Það verður rosalega skrítin kaup en já, þú gætir það Sett hann í hvíta lífasbuxur og þrönga liða Það væri rosa En þá þyrfti Valtýbjörn að gefa leyfi fyrir að það yrði dúkka eins og hann og það ert að borga hann fyrir það 100% klár Er það? Ég ætlaði að spyrja ykkur út af þessu myndi leyfa þeim að gera þetta við ykkur? En býtu, þetta er það rosaleg spurning af því að sko, það fer alltaf eftir segjum að það er rétt upphæð Já, hvað þyrfti Brad Pitt að fá mikið pening? Nei, segjum að það var Ísland Þú segir bara, heyrðu, hérna, ég heiti Auðun Blöndal Ég er nú mjög þekktur hérna á Íslandi Ég myndi að segja ég var jafn þekktur og forseti Íslands að veit allir hver ég er og ég hefði sett á Sauðárkróki til dæmis og ég veit að þetta myndi rjúk út þar Kóngurinn þar sko Ég er kóngurinn Selin dúkkunni bakari Ég tek bara hérna að þið borgi mér hérna 2-3 milljónir eða eitthvað og það má gera dúkkur eins og þið viljið ef einhvern vil kaupa og þetta getur orðið vinsælt hérna hjá kvenfólkinu á Íslandi Þetta er fréttin sem ég er að segja Þú færi bara x mikið fyrir hverja selda dúkku Það er bara hvatning En þetta var Þetta er mjög sniðut Hlúður pakki dagsins Við skuldum auglýsingar Og já, svo er það einkamál og fleira Þarfst að skoða þetta því? Nei, þetta er ekki komið til Íslands Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga FM 95 Blö Það held ég fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 Það er nóframöndan spurningakeppnin Svo er spurt og svara hjá Kirstjánu líka Einkamáli hér rétt anda við hotnið En það er komið að dagskrálið sem heitir Hvort munduru frekar Og já, það er eins og alltaf drengir Það eru 3 spurningar Ég sé hvort munduru frekar í dag Steindi með kassið Og já, ég held að sé ekki eftir neina að bíða Eru þið tilbúinir? Já, við erum klárir Já, ég held að séu bara nokkuð skemmtilegar í dag Erfiðar en skemmtilegar Fyrsta spurning, hvort myndið frekar vera alltaf borandi í raskatið á okkur eða borandi í rassin á okkur þegar þeir eru á labbinu eða alltaf borandi í nefið á okkur Sko, það sorglega við þetta er að ég gerir mikið að báðu sko Í alvegni? Já, svona, þú veist, ekki, ég er ekkert að því bara Óbóðslega það ósexum Gerir mikið af bæði Ég er ekki mikið að bora í rassina menn ok, ég íkja þess En Jú, ég á það til að vera svona, sko, veistu hvað? En ertu að sækja nærböksur eða ertu bara klæjaði í raskat? Nei, Er þetta þessi svitakonceptið hann á rassinu maður? Já, sko, nei, ég tek svitaskeinur Ég krumpi kúlu og tek svitaskeinur Ég fer alveg í sérstaka ferði En ég gera það þegar ég fer að pissa Þá krumpa ég eina og tek En okkur er það alltaf búin í rassinu hann? Ég var að íkja, ég er ekki alltaf það sko. þægilegt? Nei, ég teka bara tilbaka Fæn ekki út í það? Nei, ekki neitt Ég er búin að taka tilbaka Þú getur ekki tekið tilbaka ást að segja Ég gerir hellinga báðu Nei, ég gera það bara ekki Ég er bara að segja satt En varandi að bóra í nefið Ég er ekki að bóra í nefið Ég er ekki, þú veist, með hór í nefinu og er að bóra í nefið Það sem er, Sigrún alltaf að skamma mig fyrir þetta heima Af því að eftir að við fórum í fucking evrósku drauminn og ég fekk gat í nefið Já, þú fegst hringin hann Já, fekk hring í nefið og nú er ég ekki að stríða neitt Svo náttúrulega tekja hann úr eftir tökur og það grær bara, þú veist og ég er alltaf bara með svona eins og kúlu hérna fremst í nefinu, þú veist eins og það sé bara örið, þú veist Hór það? Nei, bara svona kúlu, þú veist eins og að þú færir eyrnálokki í eyra og tekur hún út, þú veist, þú finnur svona eyrnastefni Ég veit ekki hvort það sé eins og bara
Ég veit ekki hvað þetta er bara græðanig eða eitthvað og ég er allt oft svona eitthvað fykt í sko. Okay, en þar sem að Steindi gerir mikið að báðu, hvort myndir þú taka? Sko í augnablikinu meðan að koronavírusin er að ganga þá ætla ég búið raskatið á mér því að það á ekki verið með hendurna mikið í andlitinu góð punktur ég elska fyrir að þú kemur wisdom í þáttinn en þegar að koronavírusin þegar komið bóluefni þá ætla ég búið nefið en segðu mér annars Steindi fyrst út mikið þess ertu stundum með vinstri í raskatinu og hægri í nefinu? Nei, ég er bara ekki ég náttúrulega er ekki að bóra mikið í rassin en á sama tíma það var ógætlandi í síðan hættu að skipta það þessu þú varst að koma einhverja viskuperla að vera ekki að bóra í raskati þetta er ekki viskuperla þetta er common sense maður á ekki að vera í en ef maður er klæjar í rassin þá erum við líka að tala rasskinnar ef þið klæjar mikið inn í rassin þá ertu náttúrulega bara með njálg það er miklu frekar þú veitir sem eftir hann þú ert með lítið krakka á Svo er það næsta spurning hvort myndið þið frekar, þessi er svolítið ógeðsleg ekki ógeðsleg en hún er svolítið ljót ógeðsleg en fyrri eða? Já, hvort myndið þið frekar, handleggsbrjóta dóttir ykkar eða hætta að drekka í 5 ár Ég myndi hætta að drekka í 5 ár Ég veit þetta er hræðileg spurning því mér finnst gaman að fá mér í glas sko Já, finnst þér? Já, þú veist Það er ekki farið fram hjá þjóðinni sko. Nei, en málega er að ég náttúrulega hef tekið þú veist að ef við erum að fara í flöskuborðin aftur þá ætla ég að leggja mækinn frá mér Ég er ekki að tala um flöskuborðin en segjum til dæmis bara að þú erum að fara að skemmta á Akureyri næstu helgi það er ekki búið kansilega þá ert þú bara í hvað? Bara kristall? Nei, ég er að segja að það er rosalega gott til dæmis eins og þú veist að segja núna þú veist að því að við erum nú ætla ég bara að tala fyrir hönd okkur allra við erum ekki alltaf niður í bæ fullir við erum orðnir bara hérna 50 en við erum allir 3 blautir já, okkur finnst gott að setjast niður fara við stöðun og opna rauðvín og fá okkur einn og einn bjór við sitjum allir með bjór hérna núna segur saman, við erum allir segir saman en það er glata að það er tekið á okkur eins og til dæmis á Akureyri, við erum kannski búin með erfið gig við myndum fara, setjast niður, fá okkur eitt bjór fara við stöðu og þannig að þú ætlar að hætta og það sem ég ætla að segja við þú ætlar að hætta því í 5 ár ég meina hvað, og ég taka bara í hendina og hann er bara Steven Seagal out for justice bara brjótan af nýn það er aldrei að sé hægt, það er ekki hægt það er að tala um að ég myndi setja gildru fyrir hana það var rosalega en má mætti Steindór fara í sveppi eða epilur eða þetta er að átala um áfengið ekki epilur, hversu fljótt á þetta eskileitist ef ég myndi hægt að drekka bjór heldur ég myndi að bara fara í epilur ég myndi það öruglega að fara í eitthvað vægara ég myndi ekki bara fara í að harðast bara ég ætla að fara að týna sveppi á næsta hringtorki ég má ekki fóra bjór ég held maður myndi taka bara 5 ára þurrk það er bara, maður tekur það á sig getur ekki að mynda á samvinskunni nei, ok, en það myndi gerast óvart þið myndi vita að því en þið myndi ekki stoppa það ekki heldur nei, þetta inn í end er þetta bara bjórsamt þú veist, þú getur alveg tekið það út á þessi gaman að fá sig rauðvín og vodka Red Bull já, þú veist, við erum ekki 2025 að færðu þeirna rauða við erum ekki alvöru fyllibittur það komast í rosalegt form og svona og öruglega hugsa skýrar bara ég held að áfengi sé eiginlega fyrir okkur öllum herru, það var að síðasta og ég hefur komið einhvern svefngalsa í gær þegar þessi dattinn enda voru ég seint að sofa hvort myndið frekar skipta naflanum og nefinu á okkur eða naflanum og tippinu á okkur þannig að naflinn færi það sem að nefið er eða naflinn færi það sem að tippið er þetta er tveir en betur þá færi tippið vantarlega það sem naflinn er já, þið skiptið já, þú getur ekki verið með tippið framan í þér nei, það er ekki hvort myndir þið vera með nafla þar í staðin fyrir nefið á þér þannig að þá er naflinn sem er ógeðslega skrítið dæmi á andlitinu á þér í staðin fyrir nefið á þér þú getur ímyndað hvað þú myndir breytast í framan það myndi ekki fara að steinda vel sjá hann fyrir mig núna ég get ekki tala við þig það færi ykkur illa líka sko það er mér ekki þú getur ekki verið með gleru nei, ég myndi viðkynna gleru og naflanef er ekki flott kombo sko ég viðkynna það alveg en svo ef maður hugsaður þetta ef það fyrir tippið fyrir það sem að naflinn er og naflinn hans tippið er það breytir kannski ekki svo rosalega miklu í kynlífunum en það verður náttúrulega ógeðslegt að þú fyrir sturtu eftir ræktina og eftir peysu bara með titlingin hangandi en sko málið það að stellingar bjóða samt illa upp á það fyrir bakvika manni som mig það er ekki það langt á milli sko nei, ég er að segja þú veist þú þarft samt að sama hvaða stellingin þetta er þú þurftir alltaf það er þau auka átök sko en hvort takki? Sko ég er ennþá einhvern veginn að reyna bara þetta eru spurningar sem er einhvern veginn það eru hræðilegar já, það er ekki góðu valmöguleiki ég segi bara ekki penisinn á naflan er það ekki betra svar? Ég held það sko að því að máli er að það er agalegt að vera með naflan á nefinu sko. það myndi fara þér hræðilega sko. þér líka það fer ekki bara mér hræðilega já við erum saman tipp á nafla það er bara þannig
Bjössi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Það held ég að þér að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Við erum ekki í beinni útsendingu núna því að Steindi, við erum komnir hérna inn í klefa. Gamla góða. Já, og klefi flokkast basically sem símat. Já, þetta er fínn orð. Já. Þú veist, það er svo aðsnald að segja, heyrðu, við ætlum að fara að gera símat, við erum bara komnir inn í klefa. Já, það er rétt þér. Og eins og við sögum hér í byrjun þáttar, þá ætlum við að dusta ríkja. Það er samt ekki það langt við fórst í einkamálið. Nei, en það er svona, mér finnst það bara góður og gildur liður. Mér finnst það bara, mér finnst svo gaman að gera þetta og ég vona að hlustendur hafi gaman að hlusta á þetta. Já. Þannig að við ætlum að taka einkamálið í dag. Já, fyrir ykkur sem hafa aldrei heyrt einkamál að þá hringir Steindi bara í einhver random persónu sem ég finn hérna á já.is og er að láta eins og hann hafi verið að tala við hann á einkamál.is í gær og er að dæla út nöfnum sem hann geti heitið hann inni. Ég nefnilega er með helviti góð nöfn núna sko. Ég er alveg svolítið spenntur. Ok, ertu þá bara tilbúin? Ég segi bara veldu nöfn, veldu konu og hringdu í hana og bara ég er klár. Ok, maður sjá hérna. Guðrún? Já, góðan daginn. Afsaki hvað ég er að hringja seint. Ég ætla nú að vera búin að hringja í morgun en þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona hringi þannig að ég fyrstu nú aðeins að kjarka mig upp í þetta en hvað segirðu? Hver erst þú? Hvert ætla að hringja? Bjarni, þetta eru að nota alvörunöfnin. Þetta er Kórónuleðublakan 81. Er þetta ekki Guðrún eða? Jú, ég heiti Guðrún allavega. Já, einmitt. Ég ætlaði bara að tuga hvort þú ætlaðum áfram að kannski að fá okkur eitt pilsnir og eina vöflu eða eitthvað svoleiðis hittast aðeins. Hver er þetta? Þetta er Kamel Fylltislaus, 32 ára. Rappi? Já, voru við ekki að tala saman í gær á engamál.is? Nei. Nú? Nei. Býtu, voru við ekki að tala saman bara í gærkvöldi inn á engamál.is síðinni? Nei. Ég gæti að vera að tala við undir Gallsúr enda þar með 24 ára eða flensu til 82 ára gerð. Var ég ekki að tala við þig? Nei. Býtu, var ég kannski hóstaði framan í mig að kalla mig Hannes eða Kitty Krippaninni? Ertu að segja mér ert þú ekki Gubbupest 38 ára? Nei. En skítuðu Brokkvöldur, kannast eitthvað við hann? Eða Draghöld 84 árgerð eða Átbreykkapan, helvítis Átbreykkapan? Nei. Nei, ég gæti verið að hringja í rangt símanúmer kannski. Já, ég held það bara. Já, en kannastu eitthvað við einhverja fleiri hérna inni? Þú veist, hefur eitthvað heyrt geirvörtusýkingu 78 eða bítu skítu eða einhvern veginn? Nei, sem hefur. Já, heyrðu, tjöfisir skellur. Heyrðu. Já, þú voru að leita eitthvað annað. Já, ég prófa að hringja eitthvað annað. Ok. Hlaðvar FM 95 Blö. Það held ég þér að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það og það er komið að dagskrálið sem að hann poppar upp svona af og til. Það er mannúk eftir hvernig hann var síðast og það er spurt og svarað. Já, þetta er svona dagskrálið sem poppar upp þegar fólk hefur greinilega ekstra tíma og fer að skrifa bréf og senda á Egil. Já, finna ég þessu er að sko fyrstu alveg 2 árin þá var Egil alltaf bara með mér á föstudum. Já. Og voru bara 2. Hann hélt í alvörinu að ég myndi trúa því að fólk var að senda þetta í alvörinu. Hann heldur það náttúrulega ennþá. Fólk er að senda, ég hef oft búin að sína ykkur mail sem fólk er að senda. Ég set ofta inn í chatið. Reyndar, Já, sendi eitt sem hann las ekki. Nei, reyndar sendi eitt gaurinn daginn á bréf á hann. Já, bara ég gleði ykkur að heyra. Þú las það ekki upp. Ég sendi ykkur að chatinu, við erum með chat á Facebook-félagarnir og þeir svo þau kommentuðu á það en ef ekki bara lesa þetta vandamál það verður 2 random bref. Já, ok. Sko, þetta eru 2 og þú veist, ég ætla að byrja, það er að byrja lestur. Þetta er svolítið lestur. Er þetta löng bref? Já, ég veit að það er svona mislöng. Sæll Skeri. Skeri, það orðið bara staðfest. Já, ég veit það ekki. Einn fara að kalla mig Skeri. Allavega, það er með nett gæðavandamál. En ég veit að Skeri hugsar í lausnum en ekki vandamálum og þess vegna ákvað ég heyri þér. Takk fyrir það, mistari. Hvað heitir hann? Snorri, heitir hann. Ok, eðlilegt nafn, það er gott. Ég á hamstur. Með þér Herbert. Herbert hamstur. Herbert var fyrstu árin hinn fullkomni hamstur. Hann át, skeitt og svaf. Það sem hamstrar eiga að gera.
En svo byrja hann að haga sig svolítið skringilega eftir fermingu. Ég er búin að segja ég kaupi ekki Steindi, nei Egill á sérsta farið sem ég heldur sérsta farið þá er þetta bara, þá getum við bara spilað gamlar fucking tökur hérna sko Nei, er þetta ekki Ef hann er að missa feldinn og hann er að drepa sig ég er ekki að gera Nei, hann er ekki Ég held ekki Ok, ef það er málið, þá íti á græna dag Ég veit ekki svona hvað spurningin er sko Ég veist hann er bara Ég rétt byrja að lesa eftir að mestara Snorra Já, ég segir hann En svo byrja hann að haga sig skringilega eftir fermingu Eftir fermingu? Það ferma hamstri Hamstra að lifa yfir litið 2 ár sko Það var hann 13 ára Steindi sturtaði sínu niður eftir viku sko Hvað áttu þið hamstri lengi? Ég sem sagt, ég gaf Já, þú áttu hann í viku eða eitthvað? Já, svo gaf ég hann Sturtaður og niður Ég gaf hann Allavega, hann segir þetta eftir fermingu Sér segir hann Ég held fyrst að þetta væri eitthvað úlingaveiki En shit has been escalating segir hann Hann haga sér eðlilega á daginn milli 7:30 þegar hann vagnar og 12:00 Hann haga sér líka eðlilega Þeir vaka á nóttinni hamstrar Ég bara segja Má ég lesa spurningur að fá stofa Sér segir hann haga sér Hann haga sér eðlilega svo frá 13:00 til 20:00 Hvernig veistu það? Táka til að fyrir byrjum Ok, hann segir þetta En ég get ekki sagt að hann hagi sér eðlilega milli 12:00 og 13:00 segir hann Orðum að þannig að það er ekki húsgagn á heimilinu sem hefur sloppið í samlíf með Herbert í hádegin Þetta er ótrúlegt því að Herbert er með eitthvað besta tímaskinn sem ég sé 11:59 Þetta kann hann á klukkan Herbert Ég bara að segja 11:59 Kann Herbert, er hann með úr? Rétt fyrir hádegi Fekk hann úr í fermingagjöf eða? Ég segja hvað sem meistar sig Hann segja það sem er besta tímaskinn sem það sé 11:59 Rétt fyrir hádegi Ekkert gráður, ekki neitt Nei Svo 12:00 á slæginu Það verður hann ekkert eðlilega gráður Og þetta spurning til mín eða? Það segir þetta Ekkert eðlilega Og málið og er ekkert eðlilega gráður Í nákvæmlega 60 Við erum búin að ná því sko Og hann segir hann sé ekki viðra hæfur hérna klukkutíma Og sem segir hann ég þarf aðstóð Og núna er Blöð oft búin að ræða það að hann sé hættur ára gráður í hádeginu og hvenær hef ég rætt þessi hættur ég var, shit, þú var svo heimskur maður ég veit að maður má ekki gera þetta en ég er að nutta á mér andlitið hann segir og mín spurning er til frekar einföld hvað gerðið þú Blöð til að vera hættur að vera gráður í hádeginu Snorri Björn hvað gerðið þú til að hættur að vera gráður? Ég gerði ekki neitt, ég gerði þau mistök þegar ég var að taka backpressu nagleinsinni að játa fyrir honum að ég voru heppin í hádeginu hann mun aldrei koma fyrir aftur og ég er ekkert graðar í hádeginu á öðrum tímum Þú ert ekkert með þetta trekkanta hamstrinum með það? Nei, og fyrir utan það, ég hef aldrei sér graðan þetta er svo mikið kjaftaði Ég segi, Herbert er bara að hafa þessi svona milli 12 en er ekki líka góð leikvörð einhvern veginn bara hætta sjálfu sér hjá þér einhvern veginn bara, þú gerði þetta Menn að fara flestum spurningu Allavega, hörðu, þá er hérna næsta spurning Sælgilsari Vil byrja á að segja þú ert ekkert eðlilega frábær en ég er að lesa þetta hvað ég sleppa þessu það? Nei. En ég er í rauninni ekki með vandamál þannig að ég þarf bara ráðleggingar því að ég bæti mig ekki þá verður þetta vandamál ég hef heima Fáskursfirði og elska það nema það hefur ekki gengið nógu vel í dömunum undanfarið ég veit ekki alveg hvað ég er að gera ránt þar Pítu hvað, er hann að Fáskursfirði og gengur illa með dömunum? Já, ok en það sem það hefur ekki gengið nógu vel þá kann ég að sækja starf sem sundlaugavarður hérna í bænum Ég er að byrja að vinna í sundlaugavarður á Fáskursfirði Já, ég veit nákvæmlega hvað þetta snýst maður Það ég kynnti skólanum minna Ég kynnti skólanum minna Á Fáskursfirði? Nei, í sundlaugavarður Það var að spyrja hvernig bara klára þetta bara Þetta er ekkert Það má, veist það má ekkert sko, það má ekki tala innlegt við þig Þú snart alltaf að stúti því Kannski er þetta á mig Ég hérna fekk vinnuna og er í fulli vinnu í dag sem sundlaugavarður Í sundlauginu á Fáskursfirði Hvernig fór Steindi að því að sprengja sem sundlaugavarður Þannig að ég hef unnið hérna í 8 mánuði
En ekki sprengt ennþá. Já, ok, heyrðu, er þetta breið búið það? Ég ætla ekki að svara því, er þetta búið? Hvað segir hann meira? Hvað gerði Steindi sem segir með stóru stöðum nákvæmlega? Hvað er Benni Baður? Hvað? Benni Baður segir Benni Baður? Benni Baður? Var það sem þú skrifaði? Baður? Það segir það, ég var að lesa þetta meilina. Já, sko, og hérna útskýrðu þér hvað gerði nákvæmlega. Það segir nákvæmlega. Ég get sagt þér nákvæmlega hvað ég gerði. Ég sprengd aldrei neitt í sundlu. Það er bara, þetta er ekki svona rétt sem, þú veist, þið hafið heist. Ég kynnist konunum minni í Lágafjörðslu í Mosfell. Ég kynnist henni það. Það var sundlaugarvörður ekki? Ég kynnist henni. Já, sem sundlaugarvörður. Já, sem sundlaugarvörður. Kynnist henni. Og sprengtir eða ekki, og sprengtir. Svo förum við á mörg stefnumót. Já. Ok, en svaraðu þú einu. Nei, ekki gera það. Þetta er ekki leiðileg spurning. Þegar því, ég tala ekki eins og ég, þannig ég ætla að tala bara íslensku. Þegar þið sváðu saman í fyrsta sinn, varstu þú ennþá að vinna sem baðvörður? Eins og Benni baðvörður? Já, ég var ennþá að vinna sem baðvörður. Ég var ekki í vinnunni, ég var ekki að sinna vinnunni. Þú veist, ég var ekki inn í einhverju kompu eða, þú veist, þetta bara gengur ekki upp. Þetta er skrítið. Herru, Benni baðvörður, þú getur sagt bara Benna baðvörði á Fáskrúðsfirði, það sem gerir svona fokkin sundlu held ég. Þú getur sagt honum að bara, þú veist, hann bara getur reynt að kynnast einhverju góður konu eða hvað? Já, snuð, góða ráð. Það kostum við allavega ráðleikingu. Já, Ötti kom ekki með ráð handa Herberti á hann. Það var graður hamstur. Hvernig ég að hjálpa hamstur? Já, það er, heldur að Benni baður sér raunverulegur. Það er allt saman kæmta þig. Við erum eigum ekki að tala um þetta, fyrir okkur með en á alveg nótum. Bara í lag með þetta. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. Það held ég, þeir hlusta á FM 957. Það er fössari, menn eru léttir. Já, erum við ekki gýr? Það er ekki að segja. Við látum ekki þess að koronavíru eðilega fyrir okkur daginn og eðilega fyrir okkur frábæra fössar. Ég er hann herra kvöldu, ég hef aldrei verið betri. Já, við þurfum líka sko í svona leiðendum að það þarf 2 tíma einhverju svona smá grín eða ekki. Jú, stafna, það er bara, þetta er holdt og gott fyrir þjóðina að fá smá, svona bara, já, bara víruslausan þátt sko. Létta löndin á landanum. Mikið rétt það er komið að virtasta dagskrálið FM 95 Blöð frá upphafi og eini dagskrálinn sem við verðum með okkur frá upphafi, það er sturlaðar staðreyndir og þær eru nokkuð góðar í dag. Það voru svona lala síðast í viðurkenna, en það eru góðar í dag. Ertu með hrossaskít að það handa okkur? Það er eitt hrossaskítur sem bæði þið og hlustendur þurfa að reyna að greina. Og já, ekki bara vinda með þetta. Jú. Eru þið tilbúinir? Klárir. Þú getur stunda svo gott kynlíf að þú verður minnislaus í nokkra mínútur eftir það. Sturlu staðreind. Já. Þá verð ég bara viðurkenna, ég hef ekki stundað svo gott kynlíf. Minnislaus í með fullri virðingu fyrir þeim sem langar ekki þátt í með sko. Einhverja nokkra mínútur. Já, betur í nokkra mínútur. Þannig að þú vaknar bara, þú bara allt í einu skilur bara, wow, hvað er ég? Hvað er ég búin að vera að gera síðustu 10 mínútur hérna? Já. Nei, þú mást alveg eftir kynlífinu, það bara dettur út hjá þér. Já, ég veit það, ég er að segja það, þú veist svona bara þú sést að bara í vinna á morgun eða hvaða dagur er og eitthvað svona. Já, þú veist bara ekkert hvað er að gerast. En lenda kallmenni því, það stóð ekki. Það er svona, ég er bara einhvern veginn, þú veist, menna hámarki og síðan bara einhvern veginn kveikka boltanum og hvað, þetta er einhvern veginn við getum ekki náð hérna svona mörgum fullnæðingur sem er kannski eitthvað svona 5-4-5 minna koncept, þetta er bara eitthvað 10 sekundur. Sko, já, ég held þetta séu sömu einkenni og þegar þú ert að fá heilablóðfall að þá áttu að spyrja ykkur bara, veistu hvað dagur er og þú getur ekki klára setningu og mannst ekki hvort að vera og... Það er líka að þú finnur hérna lykt af fristabrauði. Já. Það er eitthvað hættulegt. Fylgir það þessu hérna? Nei. Herðu, en þetta er allavega sturlu staðreind og... Ég finn lykt af fristabrauði nú, sko. Haldið þessi einhver á Íslandi sem hafi dotti blackoutið bara? Ég þekki allavega, enginn hefur sett mér frá því. Nei. Þú er ekki lent í sjálfur Þór? Nei, ég verð að viðurkenna, ég hef aldrei lent í því að missa minnið eftir kynlíf. Það gæti verið manjör. Ef það er ein manjör, hlýtur að vera manjör. Þá var það næsta bíf. Þetta er eina af mínum uppáhalds. Þessi og þegar hérna geitungarnir með ekki fara fullir inn í hérna The Beehive eða hvað sem þetta heitir. Bíflugur gefa spaðan eða svona 5 þegar þær eru sáttar við góðar aðra. Gefa það ekki 5 að þeir eru ekki með putta, en það er svona gefa high five. Taka vængina svona... Nei, hérna lappið eða hvað sem þetta er að framma. Mér finnst þetta geggjað.
Þannig að basically bíflugur gefa high five. Bara þegar það eru sáttar. Já. Bara í stöði? Já, það eru bara eins og við mannfólki. Er fæfið, það er ekki ennþá still going strong, kannski ekki núna út á vírusnum? Nei, 5-urnar eru off í dag sko. Það er rosa lítið það sko. Hvað ætla maður að gefa marga 5 á ári, kannski 3? Nei, ég er ennþá alveg bara, ég gef 5. Er það hallarslegt? Nei, sko, ég held að það væri eiginlega bara svona íþróttamenn sem detti í að 2 ári og verða ógæðslega fullir og þeir eru að gefa 5 sko. En hvað gerir þú þá dillast áttur á djamminu? Ertu með nefan bara svona? Nei, ég er bara Knucklebomb. Nei, ég er bara ekki að klessa eða high-five neitt á djamminu. Er það ekki bara skrítið það? Nei, ég veit það ekki. Hvað faðmar fólka? Nei, þú veist, ef ég hitt eitthvað sem ég þekki, jú, þá tek ég bara svona í spaðan eða eitthvað, en ég er ekki high-five eða Það er bannað í dag, jöfnlubekkinu. Já. Löggan í Japan vefur slagsmálum, eða fólk í slagsmálum og fólk sem eru ofurölvi inn í svona teppi og þau verða eins og burrito, myndina sem var viðbjóðslega fyndin. Hversu tapust það að vera ofurölvi í Japan og bara fara í löggubíl sem burrito? Sko, málið er það, í Japan sko, ég hef verið í Japan og það er þannig í Japan sko, ég var með félagi minn bjóðarna við lengi, bjóðarna í 8 ára eða eitthvað sko og hann sagði sko, Japan er þannig að það er ekkert, þú veist, það myndi engin Japani á djamminu kýla annan mann í andliti til dæmis. Þess vegna er létt fyrir þá að vefja það. Já, það er ekki slagsmál og það er ekki, þú veist, þeir eru bara gíði. Nei, það er Japaninu með þetta sko. Já, þeir bara einhvern veginn fara í raðir og þeir eru Það er skottast ánga, Viktor. Já, ég þurfti að sína eitthvað mynda þetta er viðbjóðslega fyrir. Svo er það næsta. Stysta áætlunarflug heims er í Skotlandi. Það er flogið á milli 2 eyja í Orkney og tekur flugið 47 sekúndur. Og þetta er samt áætlunarflug. Þú veist að kaupa þig með og fara á völlin. Já, ég hef nú alltaf að maður 47, það er ekki langt flug. Nei, það er ekki mínútur. Heldur þægilegt. Hún er valla blikka á til lendur. Þetta er með að kaupa eitthvað í tollinum með það. Ég þetta er bara þælast að flug sér við Þú er ekki svona fant að það er a beverage Nei, það segir sér sem er þreitt Það er eina sem er gaman að það fara í flugvél Þú er valla tíma til að setja sko. En þetta er stysta áætlunarflug heims. Svo er það næsta á þetta nú kannski fínt fyrir fólk að vita og þetta komur og glinna síðan út af vírusnum sem er í gangi, korona. Það er farið yfir hvar þú finnur mesta bakteríur á public places og það sem er hættulegast Gott að fara yfir það í dag Já, það eru matseðlar og veitingastöðum eru víst með mikið af bakteríum og þetta er ekki gott fyrir okkur Egill, lausalóð í ræktinni Það er búið að vera að vara við því til dæmis núna Það er ekki vesen fyrir Steinþór Nei, ég sleppi það Og svo lyklaborð Þetta er eitthvað ég er líka í vesinni þar sko En símar, það er ekki vesen á þessi símum líka Það var ekki þarna Það var allavega þetta trend Svo er næsta 0,7% heimsins er drukkin akkurat núna eða á hverri sekundu sem er 55 miljón manns Já Og örugglega núna þegar föstudagur og klukkan er tvöfaldasta Pæli, já Það er bara Ef að klukkan 8 mánudagsmótni þá eru 55 miljón manns Já, en hvað myndið að halda að mörg prósent á Íslandi væri drukkin akkurat núna? Núna 1% Heldur það sé ekki meira? Það er fössari og 3.000 manns eða ekki 1% Það fólk er náttúrulega bara, þú veist, það er heima að vöggva sér núna Í kvöld verður það miklu meira, panikki yfir kórnaveirunni Við erum búin að fá nú þegar allavega nokkra myndir sendar af fólki sem er að hlusta og er með drikki Ok, segjum kannski svona 3-4% Svo er það næsta, það eru 2 eftir árið 1999 gaf Bloodhound Gang út lagið The 10 Coolest Things About New Jersey Lagið er 10 sekúndna þögn Og þess mátti gaman skita að AC er í New Jersey Sko, já, ég meina höfum við ykkur tíman við náttúrulega höfum farið lazy að sjálfsögðu En við höfum aldrei verið eitthvað skottast í New Jersey Við náttúrulega keyrum þar í gegn já Og það er sko í limmu Já, þegar við erum að stoppa það svona pissed off þegar við förum að pissa og kaupa kannski eitthvað í bílinn Það er vafasamur staður Þú veist, maður er svona innend át þetta Þú reyndi að ferð alltaf á Burger King eða var eitthvað í boði sko. Já, ég er farin að kjafta við lokalinn og ég náttúrulega er ekki passífur sko en svona er þetta Það er svo síðasta lætin á nóttinni í pöttunum þá eru pöttunir að stunda kynlíf eða leita sér að kynlífi Það eru lætin úr í útlöndum Engi sprettur hljóð Það er óþólandi hljóð Það er að lappa með stöndin á tenni
þá veistu það þetta er tengt grettu leita samlífi Já, eða að stunda Þannig að allar þessar pöttur, það eru bara hljóðum sem maður heyrir sem allir Íslendingar sem að ferðast eitthvað til Sólalanda til dæmis aðala kannast við Já Allar þessar pöttur eru having a great sex eða looking for great sex Þetta finnst mér verkið Var þetta síðast það? Já, nú spyrir hvað þessi keftaði Sko, ég Hratt yfir Þú getur stundað kynlífi sem er svo gott og mannst ekki nokkra mínútur eftir að bíflugur gefa hverjum öðrum 5 löggan í Japan vefur fólki inn eins og burrito Stysta áætlunarflug heims er 47 sekundur Mesta bakteríunar á það 0,7% heimsins er drukkið akkurat núna 99 gaf blött átt gengur lagið The 10 Coolest Things About New Jersey og svo lætinni pöttum á nóttunni kynlífi eða leita sér að kynlífi Sko, ég, má ég byrja? Já, það er ekki svo vel Ég ætla að kalla pötturnar af því að, sko, mér finnst þetta ekki alveg mega sens að allar þessar pöttur séu svona helviti graðar þegar maður er að núti Ok, hvað segir þú Egill? Sko, ég á mikið af vinum sem hafa verið sexually active ekki tíðina og það hefur enginn af þeim sagt mér að fara í blackout Enginn Þú veist, ekki eins og Kristinn Pálsson, sölumæður sportsinu Þannig að sko Þannig að þú veist, ég bara I call bullshit Hvernig finnst ykkur að hvorugur hefur rétt fyrir þér? Vonandi er einhver hlustandi sem að veit þetta Hvað segir þau? Þá ætla ég að segja að þetta sé hérna áhaldunarflugið Nei, bíflugur gefa ekki high-five eða spaðan Það var svo góð Þú tóðum helviti góður að fela þetta Ég er að vera naskur í þessu Hlaðvarp FM 95 Blö Það er föstudagurinn 7. mars og já, þið eru að hlusta á FM 95 Blö á þessum fínasta föstudegi styttist í spurningkeppni Gilsarans en áður fyrir mig hana ætlar Steinþór Hróar Steinþórsson að sjá mynduru fyrir cash Það er mikið rétt hjá þér, ég er með mynduru fyrir cash í dag og ég held að séu helviti góðar hjá mér og eigum við ekki bara að vinda okkur í þetta? Jú, helst Sko, það eru 3 árið svo alltaf og ég ætla að byrja hérna Sko, þessi er svolítið skemmtileg Myndu reyna við tengdamömmu ykkar Þá er ég að tala um bara þegar ég báðir tengdamömmu Myndu reyna við tengdamömmu ykkar Og það myndi engin annar komast að því Hún myndi ekkert fara að segja neinum og þið myndi aldrei leiðrétta þetta en eitt Þið þyrftu að gera þetta Á einhverju fyllir fyrir 2 milljónir Og það þýðir að það er helviti óþægilegt að þú er búin að reyna við hana í einhverju ammælisveislu að hitta hana daginn eftir og Nú spyr ég sko bara milli ykkar Já, en ég er mjög lélugur í þessu öllu saman Já Þannig að hvað er ég að gera ef ég er að reyna við hana? Já, þú myndir náttúrulega, þú ert ekki að spyrja kannski besta playerin á landinu þetta sko en þú myndir örugglega svona fara til hennar og vera svona, hvað segir þú og mikið lítur þú vel, ég veit það ekki Hvernig reynir maður við kvennfólkina? Ég bara Þú veist, er ég óþægileg? Er ég að strjúkinu? Nei, þú ert bara, þú ert að reyna við hana og þú veist, á bara einhvern eðlan hátt Sko, þetta er mjög óþægilegt, mér finnst þetta bara allt og lítil uppað fyrir að bara reyna við tengdamömmu Að flörta við tengdamömmu og Þetta er náttúrulega breytið sambandi okkar sem eftir er Þetta var óþægilegt það sem eftir er Já, þú mætti náttúrulega ekki leiðrétt þetta Þú fyrst að láta svo þetta hafi ekki gert Þú vorst að spyrja mig hvort ég myndi vilja bara hafa allt óþægilegt á milli mín og tengdó Ég ætla að hækja þetta upp í 5 milljónir Settu 50 og ég þarf að hugsa 50 milljónir? En hversu óþægilegt, þú varst bara blindfullir ykkur veislu ást að reyna við tengdó og svona er þetta bara Ok, má ég biðjast afsökunar á þessu? Má ég segja við hennar daginn eftir sorry með mig í ger Ég hagaði mér svo fíbl Já, þú mátt það Ok, þá tek ég 5 Það er allt annað dæmi Það er annar erfiður fundur Nei, samt ekki, hún er svo geggjuð sko Hún myndir, auðvitað blessaður Hvernig myndir reyna hana? Það var það sem, ég veit það ekki maður Það er bara, þú veist, ef þú myndir núna, ímyndaði bara Þú ert í veislu, þú blindhullu, út að setjast hjá henni Hvað myndir þú handi? Ég myndi kvíslir Hvað myndir þú kvíslaði við hverju? Ég get ekki eins og ímynda með það Af því að ég veit ekki eins og hvernig ég reyndi við konunum minn á sín tíma En þú ert að vinna með kvíslið, ég heyra það Nei, ég myndi örgulega senda henni eitthvað Ég veit það ekki maður Mér finnst það bara, þetta er mjög óþægilegt og ég bara, þótt þessi fínt peningur, ég vil bara segja Sita hjá Það væri gaman að heyra hvað hlustandi myndi gera Ég held að margir myndi henda sér á 5 milljónir Þeir myndi fá að segja sorry daginn eftir Já, sem er líka eitt sem að hlustandi mig líka alveg vita er að þú reyntum að tengdamömmu þín og fegst ekki borgað fyrir það Þá var það næsta spurning og
hún hljóma svona og hún tengd við Steindakon þar sem að ég fer á fettiskon í seríunni og þar hitti ég fólk sem var með alls konar förðulegt fettis. Þáttur í kvöld. Það er enda Bergur Ebbi. Við förum að leita að geimurum og Bergur Ebbi, hann er einn fyndnasti og klárasti maður landsins. Hann er ekkert eðlilega fyndið þáttur. En já, ég fer á fettiskon síðan í vikun eftir og þar hitti ég fullt af fólki sem með hrikalegt fettis, by the way. Við erum rættað þessum þætti, það er að fá ýmsa fettis sem er. Já, ég get lofað því að í þeim þætti þá ertu að fá að hitta fólk og heyri fólki sem er með fettis sem þú aldrei heyrt af. En það var ekki, sem betur með var það ekki svona gróft eins og ég er að fara að spyrja ykkur. Og hvað ertu með, er þetta viðbjóðspurning? Ég er með viðbjóða, alvöru viðbjóða, ég er líka með alvöru upphæð þessu. Mynduðu vilja vera með fettis fyrir dánu fólki fyrir milljarð? Þetta er fettis sem fer ekki neitt. Þetta er ræðilegt. Þetta er ógislegt. Ég var í dýragarð. Hvað varst að grafa bara upp þar eitthvað? Ég var hérna í Fossvogskirkjugarði og það er mjög þetta er ekki gott fettis. En byrjuðu þegar fólk með það er náriðill. Nei, þú þarft ekkert að gera í því. Nei, þú þarft ekkert að vera það. Þetta er bara þitt fettis. En þegar maður ég svitla að mér í þessu. Ef þú ert með svona sterkan fettis er þá til dæmis bara kona mín heima ekkert að kveikja í mér en hún þykist vera dauð. Já, þú myndir þurfa að byrja greiði Rakel að leggja þetta hreyfingarlaust bara og það er milljarð. Þú myndir jafnvel þurfa að kæla hana sko, setja á hana eitthvað klaka. Það er Steindi. Hættu þessu. Þú segir ekki svona. Það er milljarður hérna undir og þetta er bara það er hún bara að vera blá og svo. Einmitt, þú getur þetta málana og þetta er vesen. Þetta er alvöru fokkin viðbjóður. En ég var að venda fettis og gerir sem bara ekki dýð. Þetta er bara fettis og bara hugsa. Það var sem ég var að spyrja. Já, ég menna þú veist. Menna margir sem eru með mikið, það er ekki fólk sem er með pissufettis, það er ekki pissand alltaf daginn. Þú ert alltaf að segja þetta og þekkir annarku vini sem er pissufettis. Þú þarft að fara að skipta vinahópi. Það er ekki pissand alltaf daginn. Já, ef ég þarf ekki alltaf að vera ektonit þá tek ég milljarðinu. Nei, þú þarft ekki alltaf að gera það. Það er ekki fastunasali okkur einasta degi. Nei, en hann elskar það fettis. Já, en þetta er bara það sterkt í Rikka þegar hann loksins mætur og veðsetur húsið sitt þá er bara allt alveg bara. Ég veit að þetta er eitthvað einu sinni ári eitthvað. Já, átek, þetta er milljarður. Já, þú veist. Já. Þú ert ekki að fara, þú ert ekki að brjótast inn í einhvern. Nei, en þú þarfst að horfa í speil á hverjum degi og busta tennundan og bara ég er gauður með þetta fettis sko. Ég skal taka það á mig, þú líka að horfa sjálf með speil ykkur. I'll take it. Þið takkið þetta, það er milljarður mann þarna. Ég er ánað með þau. Það er að raka inn þetta. Þau voru líka. Ég sagði já, við tengdu hann ekki heil. Já, ok, blöð, þú ert komin í góða upphæð. Milljarður og 5, það er bara hörku. Þá er það þriðja og þarna getur við nú lendi helvíti, það er helvíti góð upphæð þessu. Hérna er ég með annan milljarð og það er helvíti gott. Fyrir milljarð mynduði sofa hjá svíni live í sjónvarpinu fyrir framan alþjóð. Varst það fáður ekki? Nei, þetta er, ég ætla að viðurkenna, ég var að horfa review Black Mirror og þetta er konceptið í fyrsta þættinu að þá var maður sem var að reyna að bjarga mannslíf og ég man eftir þessu geggjað þáttur, en málega er að var ekki fórsættisráðunum? Jú, mynduðu gera það, þið var ekki að bjarga mannslíf þessu tilviki, en mynduðu þykja milljarð mynduðu sofa á þessu svíni og svíni væri samþykkt að sjálfsögðu. En sko, er svíni, þú veist, má maður velja þá, þú veist, velja svíni hvort maður sé, þú veist, on the receiving end eða maður, þú veist, má svíni vera að gefa mér það? Já. Það er strax þægilega þannig, sko. Er það? Já, þú veist, þá líður maður ekki svo dýranýðing allavega, sko. Nei, ég meina það væri allir samþykki, þú veist. Strax skárra. Þú getur ekki sagt að það er allir samþykki. Hvað ætlar að fá samþykki á svínum? Nei, við verðum að gefa okkur það að það er bara búið að innsigla þann díl hérna. Ok. Býtu í beinni, hvað þá að stötu það? Þetta er í beinni og þetta er bara, þú veist, það væri líka búið að láta, það væri trending að, ætla ekki að tjekka á þessu klón 3, þetta er að fara að gerast. Það er búið að auglýsa þetta? Já, búið að auglýsa þetta, sko. Þetta er meira áhorun skaupið. Þetta fikk ég, já, áhorf. Blöð með svíni. Maður þyrfti, það er ekki fyrsta sinn, en sko, maður þyrfti að, maður þyrfti að flýja land. Þú ert basically að spurja mig hvort ég vilja fá milljarð og ekki búið í Íslandi aftur. Já, sko, það er þannig. Þú getur flutt til Benidorm og lífið leiku við. Ég myndi ekki flytta til Benidorm fyrir milljarð. Já, sko, ef þú myndir leyfa svína svo hér í beinni og svo myndir það bara, er ekki, sko, íslenska þjóðin og alveg fljóta fyrir ekki. Nei, því ekki að hugsa þetta. Þetta er nei hjá mér. Já, þetta er nei.
Þetta nei hjá okkar báðum. Þetta er teknikli dýranýð sko. Já, við meðum ekki líta á þetta þannig. Nei, ég veit það. Þetta verður bara velta steinum. Þetta er ógæst. Þetta er í skárra einhvern veginn ef að svínið fær á mann sko. En hérna Ég er búin að leyfa það. Já, það Ég er veit, þetta er í beinni. Já, en þetta er ekki Getur ímyndað hvað ég var að heyra að ég mætti spinna í sportsundað eftir það? Ég er að segja, þú þurftir að flýja land. Heyra, þú ætti miljard, þú væri ekki bara snekju, þú myndir að heyra það. Já, þetta er nei hjá mér, Þú mætti með einhverju gullkeðju og segði maður grjót halda sér. Það er svolítið svo leiðis, þú væri með grill uppi. Það er bara að taka þessu. Það er að taka þessu. Já, ég held að ég bara að hugsa þetta allt betur. Það verður gaman að taka Það er kannski mikið skít en ég með 1B. Já, það sem menn gera fyrir 1B. Þannig að þið fengur sér gott miljaninn. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Það held ég til að hlusta FM 95 Blö hér á FM 957 og Jóhannes Ásbjörnsson eða C.Joe eins og hann kallaði sig núna var að senda okkur hérna 4 pítsur. Talaði bara hreina íslensku, þetta er cocksucking Joe. Já, ég held að það sé illa við það en það voru að koma 4 nýjar pítsur og Shaken Pizza í dag og Eva Löfi sem er nú að vinna með okkur á Stöð 2 og er geggjaði kokkur svo hún hjálpaði til við þetta og þetta er ostaveisla er ein, það er ein Mexico, ein tikka masala og ein græmetis og ég þessi Mexico er best. Já, ég er að geta hérna pítsuna hennar Evu og hún er sturgluð. Já, þetta er ekkert eðlilega gott og við erum ekki bara að segja þetta því að kostað þáttinn. Þetta er ángríns bara, er þetta ekki bara bestu pítsur landsins? Við leggjum köttið til hliðar núna í nokkra mínútur. Já, eftir að smakka ostaveisla Ég get bara tekið þetta af heimstráka. Ég er í tenni köttið. En þessar 4 pítsur koma matseðilinn í dag þannig að tekkið á þessu. Ef að veiran eðilugur ekki fyrir mér tenni. Já. En með þessum pítsum ætlum við að fara í spurningkeppni Gylfasamans. Já, komið að henni. Ég er ekki svona varaði við. Nei. Þú ætti nú að vita hvernig þetta virkar. Smá panik út af ég er með 12 spurningar þannig ég spá í að keira þetta í gegn. Já, 12. Ég veit, ég bara út af því að hvort að þjóðin geði mig kannski sveigurum fyrir 12 út af því að þetta er sko King of Surviving the Coronavirus og það er vírus og hver er meiri líkur að lifa þetta það er sveltið fyrir mig. En er það bara ég eða fjölga spurningunum alltaf bara við hverju viku? Ég tek þetta yfir til 20 og síðan kvötta þetta niður en þú veist ég bara kvötta þetta niður en okkar eru mjög stutt og einfaldar þú þurfum ekki að velja lengi við þetta. Það þurfum að byrja sko. Ok, byrjum við þetta. Hefurðu borðað leðurblöku? Nei, það held ég ekki. Er einhvers staðar hægt að fá það? Er það? Ég heyrði einhvers staðar þetta var algjör hrossaskítur þetta að byrja með leðurblöku. Nei, þetta byrja með leðurblöku. Er það? Ok. Býttu, hvað erum við þá að tala að það var einhver staðar einhver sprelligósi sem var bara having a sex with a bat? Já, ég tóna eitthvað. Það var einhver kýmveri sem hugsaði, hörðu, ég er góð hugmynd að borða leðurblöku í dag. Það var slæm hugmynd. Ef hún er að hlusta og hoppir aðskætti á þessu. Ég held að sé aldrei góð hugmynd að geta leðurblöku. Nei, ég held ég hef ekki gert það. Ok, þá fáðu þér einu punkt. Já, þegar það er sniðut að borða ekki leðurblöku. Já, ok. Sko, hefur þú verið á Ítalíu nýlega eða ertu á leiðinni til Ítalíu? Já, sem sagt ég efast ég fari eða ná að fara Já, bókað. Þú ert akkurat núna eftir á leiðinni þannig að ég er ekki á leiðinni. Hörðu, það er 2-3 steinda. Þessi staðin núna, þetta er toppmál. Já, ég meina, mér finnst ég vera einhvern veginn svona líklegir að fá ekki þessa veiru akkurat núna. Myndur segja að vera heilt yfir með frekar gott mataræði? Já. Þú ert ekki að hugsa þarna og ég er sorp. Það er orðið 2-2. Já, sko, býtu, ég ætla samt aðeins að fá að reyna að verja með aðeins. Ok. Ég náttúrulega er bara að geta heimilismat náttúrulega 90% af mínum máltíðum ég borða hérna í hádeginu til dæmis upp á sín og stundu. Já, það fyrir gott mötunundi. Gott mötunundi, svo borða ég heimilismat en svo stundum af og til þá náttúrulega er ég að narta í hluti, ég viðurkenni það. Við þurfum ekki að reyna þetta. Hvað er þetta? Harfisk? Staðan er 2-2. Nei, ég er yfirleitt í snakki og rauðtíðum. Ertu með snertifælni? Já. Nei, ég get ekki sagt. Já, ég þarf ekki að blöða punktarna. Það er ekki gott að snerta mig ekki. Þú komin yfir með blöð? Herðu, já, ég er á leiðinni til Ítalíu og samt að rústa mér í þessu rugliðina. Sefurðu vel á nóttunni? Já. Nei, ég reyndar ekki eftir þetta. Já, svo almennt. Já, almennt, já. Já, sko, málið það, ég sef vel á nóttunni. Ok. En það er með kæfis. Áhverju ert alltaf svo mikið svindlar í þessu? Áhverju svarar ekki bara heiðilega? Þú ert með kæfis en hrítur og ógeðslegur. Ég veit það, en málið það að ég er kannski ekki ógeðslegur en ég get alveg tekið þetta í. Svefur ekki vel. Já, en málið það laumaði en ógeðslegur. Já, mér varst það mikill óþarri. En eina sem ég er að spá í er að sko
Jú, það er rétt hjá þér. Ég er með kæfisvefn og ég hrýti eins og svín og allt þetta. Það veit alþjóð eftir hann helvítið státt þetta. En ég sef alveg vel sko sjálfur. En síðan þegar ég vakna, ég vakna mjög þreyttur og ég get ekki farið til dæmis fyrstu 5 minútur. Þá hvílist ekki vel. Nei, fyrstu 5 minútur eftir ég vakna. Ég rauninni þegar ég segja, sefur vel, þá er ég að spyrja hvort þú hvílist vel. Nei, og mér finnst líka leiðilegt að svo. Ég reyna að sofa sem minnst, þannig ég sef svona 4 tíma. Það er ekki gott fyrir ónæmiskerfið að sofa illa. Er ég að rústa þessu? Já, veist það er 4-2. Þetta er keppni sem ég vil vinna. En svo er líka þannig að ég kemst ekki í sokkana fyrstu 5 minútur eftir ég vakna. Ég þarf alltaf að labba eins fyrst til að mýka baki. Hefurðu unnið sundlaug og svo sprengt? Hvað hefur það? Þú vorum ekki bara að klára þetta með benna ballir á? Nú ætla ég að rökstuði þetta. Út af því að þú veist, þú ert að byrja að vinna sundlaugvörður. Það gengur ekkert í samlífinu. En þú reddaði þér. Sýndu survival instinct. Sem er mjög mikilvægt í svona þegar vírus í gangi. Já, það er mjög mikilvægt þegar vírusin er í gangi og allir á nálum og svona. Þá er mjög mikilvægt að geta farið og sofi hjá, bara hluta liði þetta og vera sprengjum. Hann er basically að segja að þú reddaðir. Það er survival instinct í þér. Þú reddaðir þessu. Endalaus að vitlis sem þú sýndir góðan effort á það. Ætli það ekki, jú. Ég fekk bara það fæði punkt. Það er 4-3. Þú spurði mig ekki svona. Hefur þú vunnið sundlaug og sprengt? Nei. Akkur ást að biðja þessa spurningu. Það er strá salt í sán. Það er 4-3. Elskar ekkert meir en good shit sleik. Þú svöldist á. Jú, en Martin elskar meira en good shit sleik. Já, ég bara alveg sammála auðvitað hana. Good shit sleik? Er það ekki mikið sleikmenn? Það er ekki gott að sleik núna sko. Nei, við fáum báðið punkt á. Já. Sko, það er 4, þetta er spennandi núna 5-4 Það er rosalega skrítið að karlmaður sem verður fertugur núna í mæ spurji mann í útvarpi þar sem að, allavega 70.000 manns og vísir að hlusta á elskar fyrir good shit sleik. Ef þú bara hugsaður þetta. Það gengur bara. Það er búið að mæla með að vera ekki mikið í sleik nú. Hefur þetta ekki hristing? Slefti á þvoðarhendurnar og svo næsta klukkutímanum tekið skælbrósandi höndin á einhverjum mestar. Nei. Ói bara. Ég get lofað öllum í kringum mig, það hef ég ekki gert. Þetta er aðalega spurning. Já. Það væri meiri líkusamt. Það er ekki það. Nú er ekki náttúrulega leðlustendin. Þú væri líklegri þarna. Af hverju? Þú ert alltaf að bóra í rassinu þess aður og nefið. Nei, ég tók það tilbaka með rassinn og ég var að kroppa í ör í nefina mér. En nei, að sjálfsög ekki. Maður er ekki að hrista sig og taka í hendur á fólki bara. Þetta er bara glemdu það gerir það bara enginn. Það er 6 spil fyrir blöð. Akkur hann kom með svo mörg stig allt í. Finnst þér meira kósi að vera heima einn upp í sófa að taka hristingsdag heldur en að vera í kringlunni eða smálind á annan tíma? Hvernig tengist þetta veiru? Það má ekki vera sem eru big crowds. En akkur þurfum að vera hrist okkur í þessu? Það er sér að segja Egill, ég var að hugsa rétt á hann, herru, þetta bara byrjar nokkuð skemmtilega hjá hann. Núna er bara önnur spurning komin í þetta, hristingur og Nei, ég bara basically að spyrja, líður ykkur betur upp í sófa Auðvitað maður en í smáralind þegar klukkan er 5 og allt ekki eða Að sjálfsögðu, en það tengist ekki þennilega hristing, sko. Nei, ég veist Mér líður betur kósið í sófanum. 6-7 Ég bara reyna að forðast að fara í verslunarmiðstöður yfir höfuð af því að mér bara Þetta er skorið, þetta er mjög spennandi. Það er 6-7 fyrir blöð. Fyrst er líklegt að þú fáir VIP þjónustu á spítalunum eða þú fær veiruna það svo forríkur listamaður. Bara við tölum hrein í þessu. Þetta er bara einn maður sem getur svarað þessu. Þetta er off þar. Nei, akkur þú off þar? Senast ég vissi varstu rúndandi að bens hérna einhvern veginn og láta peningana rigna. Þú alveg rigna hvað sem það Þetta er nei. Allt þessu bara Þið fáðu ekkert spes sjónvarp. Það er ekki svona hérna Steinþór, ég setti hérna í hotnherbyggi hérna og eitt bara hérna með sjónvarp og Nei, alls ekki. Nei, við erum örgulega bara hafður hún á baði bara fyrir þess að kemja. Það fara í gáminn. Ég er ekki vissum að þú var í gáminn. Jú, við myndum enda í gáminn. Segjum sér svo og sért í sundlaug og þið langar allt í einu í flösku en þú veist ekki, menn ég er ekki búinn. Ég er ekki búinn. Þú verður núna að taka panskan með mér. Þú verður að taka panskan. Ég er ekki sem búinn með konceptið. Nei, þetta er bara líka nóg. Það þarf ekki eins að segja konceptið. Ég veit, þetta er svo búinn að segja sundleik og flaska. Hvernig tengist þetta korónavísum? Ég segjum svo og setja sundleik og það langar allt í einu flösku. En þú veist, það er ekki eðlilegt að vera með flösku í sundlaug. Kikkar þá your survival instincts inn og reddar þær.
Shit, hvað farin að tegja þig út fyrir koncepti maður. En byrju, ok, nú verð ég líka Ég ætla að taka hanska fyrir Steinda. Við minnir að hérna fyrir einhverjum 3-4 vikum hafið þú lofað honum að þegar hann var valinn the king of flaskut upp í Sundlaug bottle service, að það ekkert farið út í það. Ég er bara mingat þetta rosalega. Ég mingi þetta er svona búið að vera hverju þætti síðan þetta. Jú, hann bara, veistu hvað, ég held að sé búin að auka þetta er orðið núna hverju þætti. Ég er svona að leita eftir hver er betri að redda sér. Það er svolítið. Já, hvernig var spurningin hérna? Ég man ekki. Þú veist, þið langar að flaskita upp og þú veist með það mikið survival instinct að þú græjar það. Þetta er punktur á Steinda. Herðu, lögin sem við þetta var sko skylda að kaupa flöskuna til að fá að vera það í Sundlauginni. Langaði flösku og reddaðar í. Þetta er flott. Veistu hvað ég held? Blöð, er þetta punktur til líka? Því hann er svo reiður yfir einu ári sem hann komst ekki, fór út í Vegas en ekki AC. Hann er búin að láta þetta bitna á okkur í öllis ári eftir það. Ég langaði að vera hann, ég veit ekki hana. En sko Blöð, farð þú líka, þú varst líka í þessu Sundlaugi? Já, þá fæ ég örgulega punkt líka. Blöð, þú ert líklegri til að survive the coronavirus. Þú vannst þetta 7-8 Steinda, því miður, þú ert ekki líklegri. Nei. En það er bara svo það. Nei, það er bara ekkert að marka þess að kemja það er bara þannig. Þessi var bara nokkuð góð. Já, takk. Böddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það held ég, elsku vinir, þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Öddi, ég ætla að óska þér aftur til hamingju. Þú ert, King of surviving the coronavirus. Já, það er svolítið svo leys, ef það er eitthvað að marka þessa keppni. En það er komið að dagskrálið sem er búin að vera, í góðri pásu. Já, þessi hefur ekki verið lengi. Það er hvor ykkar. Já. Það var eitthvað sem benti mér á þetta daginn. Ég hugsaði, við getum hent þessu inn. Þessi hefur alltaf verið svolítið, hann er lúmst erfiður þessi. Já, maður kemst líka svona meira ykkur, eða hvað ykkur finnst hvern annan. Já. Sem er skemmtilegt. Eru þið tilbúinir? Já. Við erum klárið, já. Fyrsta er ekkert flókin. Ég ætla að spyrja, að því að þetta er bæði hvor ykkar og hvor ykkar er líklegri, sem blanda. Hvor ykkar er kynþokkafyllri? Kynþokkafyllri? Já, sko ég ætla ekki að vera leiðan. Nei, ég vissum að þetta var að segja þetta. Ég ætla bara strax að fá að segja eitt annað áður og segja. Sko, málið það. Á blaði, þá myndi ég segja að Egill væri talinn huggulegri. Hann er náttúrulega herri, hávaxinn, og er í góðu formi. En svo má ekki vanmeta það. Ég er ákveðið kyntákn hjá einhverjum hópi, sko. Gamers. Hvað ætlaði þú að segja? Ég er bara, veist, ég ætla ekki að vera leiðilegur, en ég held ég sé líklegri þar. Nei, sko, og ert þú sammála því stund? Nei, býtu, ok, til dæmis. Nei, þú ert ekki sammála. Nei, ég veit það ekki, sko. Þú veist að tala hérna og setja eitthvað kyntákn með Ég ætla að berjast fyrir þessu, málið það. Ég veit að Steindi getur verið rosalega hugulegur, sko. Ég hef alveg náð að vera solid 8 á góðan degi, var það ekki? Einhvern tíma þegar við vorum að hittast. Kannski svona reykingafólk og aðrir hallistfrekar. Reykingafólk? Hvað mennur þau? Fólk sem reykir sígarettur og fíla mig. Nei, það er ekki bara hann. Sko, málega, þetta er eins og Brad Pitt sem er bara, ef ekki segja hann sé einn huggulegasti maður bara í heimi. Ég held að þú getur frekar tekið þetta Hilmi Snær og Ólafur Darri. Já, ég var einmitt að fara að segja sko Ólafur Darri, því Ólafur Darri, hann er svona, ég get heldur ekki sagt í sér þar, því hann er rosalega flottur, sko. Veistu að þér, you think highly of yourself. Svo ég myndi vera svona, ég set ykkur svona, ég vil með tekna ykkur sem ykkur artists. Ég myndi segja að ég var líklega Matthew McConaughey og þú var Svavagnútur. Já, farið bara í merkja. Ég heyri bara ekki hérna að Nei, ég ætlaði að ná einhverju heiðarlegri lendingu með Ég ætlaði að segja Seth Rogen. Ég ætlaði að ná heiðarlegri lendingu með Agli. Hann draf það. Þetta er döitt. Þeir eru ekki sammála. Steindi vill meina hans er kynþokkafyllri. Nei, ég sagði það ekki heldur. Hvað ertu að segja þá? Ég veit það ekki alveg. Ég ætlaði bara að segja svona að það fer eftir bara svona, þú veist, það er auðvitað, þetta er bara nýsjátt eftir. Hvor ykkar er líklegri til þess að yngja upp í framtíðinni? Yngja upp? Hvað meina, við erum kannski segjum 75? Já, svona 55 kannski. Byrjaði með tvíturi. Já, bara, það er ekkert endilega bara tvítur. Þú getur ekki orðað þannig, ef ég líti út eins og piece of shit í dag, þá á ég örgulega erfitt með það. Sko, miðað við, nú ætla ég bara að ég ætla að vinna það með facts. Ok, Steindi er á hraðri leið með að vera, þú veist, Hollywood-leikari, bara standa sér frábærlega í leiklist. Ég er náttúrulega ekki á hraðri leið að vera Hollywood-leikari. Og hvaða lið er duglegast
að rótera mögum og yngju það eru Hollywoodleikarar ég ekki að vera leiðilegur en það staðan hvernig farið það út að ég það ekki engaþjálfarar Þetta er góða punktur sko engaþjálfarar ekki mikið yngju þú ert að rugglast á mér og einhverjum allt öðrum ég get eiginlega að tala alla nefndi einhvern Hollywoodleikar sem ekki búin að yngju það er ekki eins og ég sé hérna bara með umbóðsmann að taka pröfur alltaf að reyna að meika erlendis nei, ég veit, en þú bara búið standaði mjög vel og þú út að fá verkefni og fær líklega stærri verkefni ég heyri á ykkur að hvori ykkar vil taka þetta á sig ég veit bara, við förum bara í facts Hollywoodleikarar yngju a fact Steinþór verður þú varst að líka þig við Matthew McConaughey rétt á þann þú hlýtur að vera maðurinn sem yngir upp þetta ég er engaþjálfari við erum ekki að fara að vera sammála einu hlutina nei, þá er það síðasta hvori ykkar myndi vinna í glímu sko það veldi hvað að glíma ef þetta væri wrestling og myndi stendi pakka mig saman íslensk glíma og þetta ekki breyk ég er að tala íslenska þá ég pakkaði hún saman en hver er munnum? helviti þá ertu með belti og má ég spyrja ykkur einu bara ef þið horfið á mig bara núna hvernig sjáu þið með það hvernig lítið þið á mig af því að eins og ég skilur það þá finnst ykkur ég eiginlega bara að vera ógæðslegur en samt að ég sé einhvern veginn farin að vera að byrja með einhverjum úlíkum þetta til nokkur ár og svo getið ég bara lúpa að þetta er bara ekki hægt sko ef við varum í UFC Steindi myndi líklega að berja með þar og hann er góður örgulega svona þannig glímu hann myndi örgulega ég hef æft jiu-jitsu sko já, ég myndi pakka mig saman það íslensk glíma gamla góða nú er hann bara heimskið hann er ekkert að lítlu ég er HR meistari í íslenskri glímu það var meistari að keppni í Háskólanum í Reykjavík og ég pakkaði hann saman ég verð náttúrulega viðurkenna að það er náttúrulega erfitt að fara í fyrir HR meistara það hlýtur að vera ég myndi skeina þér þannig að Steindi myndi jiu-jitsu en Egill íslensku ég segi nú ekki myndi skeina mér ég er 87 kíló og hendi mér ekki bara eitthvað þú mátt aldrei halda að okkur finnist þú ómyndanlega þú sagði bara á hann þú verið kynnt ég bara með þess að innkomi hérna þá bara þarf ég að fara að endur sko þetta var hvori ykkar hér í FM 95 Blö Hlaðvarp FM 95 Blö FM 95 Blö með ykkur á þessum föstudegi ekki mikið lengur samt það er bara komið að lokum hér hjá okkur drengjunum þennan föstudaginn djöfulli búið að vera gaman í dag við vorum í stuði í dag við erum alltaf í stuði og við tókum okkur ekki frí út af sem betur fyrir erum við hraustir ennþá ég vil að fólk haldi áfram með lífið viskumóli frá vöðvingjarnum ekki láta vírusin eyðileggja fyrir þér daglega eins og við sögum í fyrstu innkomu við getum ekkert rætt við höfum ekkert vita á þessu kannski langáðulast bara að sleppa allir svona samkomum ég er að segja bara sama og landlæknir er að mæla við annars mæla cancel engar samkomur og halda áfram með lífið ég er að kvóta í gæðin sem veit mest það er bara einhverju sjálfskipaði sérfræðingar sem eru búin að panika en svo náttúrulega þú veist maður er líka búin að sjá mikið af gríni þetta allt saman og auðvitað er það gott að blessa að gera grín af öllu en fólk verður náttúrulega líka átt að sjá því að það eru sumir sem eiga bara foreldra sem eru gamlir og eiga kannski ættingja sem eru við undirleikjandi sjúkdóma þannig að það þarf að fara svona örlítið vala í þessa djóka hversu flókið fyrir einhvern helgáðan að græja mótefni bóluefni í kvelli þá er það dautt þá er það gakk en við höldum áfram í lífið við verðum hér aftur næsta fyrstu við verðum blöð, þú verður að gera þetta for the sake of comedy farðu til Ítalíu og færi sótkví veistu hversu fyndið þar hringi mig og þú búin að sótkví nokkar daga for the sake of comedy þá þarf ég að koma heim til að geta tekið upp grínseríu sko þannig að það er pínu erfitt eina sem mér langar smá að heyra söguna þegar þú ferð í vélina af því að þú veist, ég hef aldrei farið í flugvél þar sem starfsfólkið er í heilgöllum og þú veist, allir farþegar fá hlífðar grímu og þá fer bara grænmetissamlöku borð finnst þér þetta hljóma spennandi svona í páskafríði? Nei, það er eitthvað spennandi við þetta sko, þú værir með Tetta Sverris í bara það Tetti Blöð Tetti Sverris þetta geggja þetta er maður bara svo mikið FM-nafn sko en málega er að þú veist, ef þú værir bara að ferðast með ungabad, þú veist, í flugvél það er náttúrulega ákveðið vesen, þú veist, það eru eyrun og það er vesen og þú ert að fara alveg þú ert að fara í smá hell þarna sko en þú tekur þá kassan alltaf Tetti Sverris með til Ítalíu en ef Tetti þarf að vera með hlífða grímu allan tíman það er hella sko ég veist ekki hvernig það gengur upp tökum ekki sénsinn en hvernig er helgin? Það er Steindakvöld í kvöld það er Steindakvöld í kvöld og þátturinn í kvöld er alveg geggjaður þó ég segir sjálfur frá það er Bergur Ebbi og við förum á UFO Convention og við erum að það er eitt skrítifestival að sjálfsögðu það fjallar serían að mæta fordómalausir og furðulegar hátíðir og ráðstefnur og þarna er fólk
sem við erum að hitta sem ekki bara trúa geimverur en margir sem trúa þér og hafa séð gameskip, það fólk sem telur sig vera geimverur inn á milli og það margir sem að segja okkur sögu frá því þegar þeim var rænt af geimverum og fleira. Ég trúi þetta og það sem líka svolítið skeristrákar af því að þetta voru ekki bara furðufuglar. Við hittum hæstaréttarlögmann, sprenglaðan mann með konu sinni, tókum kaffi og borðuðum með honum, vorum með honum í 2 tíma, hann var að segja þetta, maður var svona það geta allir úr því rugglaði. Nei, það er samt svo rugglandi þegar að flott fólk að segja svona þetta gáða lið oftast rugglaðast öllum sko. Já, en svo það ekki bara það, við förum á ferðina og við erum einu Íslandingarnir sem hafa farið eins nálægt Area 51 og hægt ég ætla nánast að fullir það við séum þeir einu Egil, herrakvöld og þeirra kvöld Varstu snúið niður? Já, kemur í ljósakvöld Já, ég var herrakvöld Njarðvíkur og út af því að Breiðablik hætti við út af paniku yfir koronavírisnum og ég fann mér annað herrakvöld Ég beði að heilsa Njarðvík, það topp staður Ég að fara til Richard í pre-drink Sverri Bergmann hlýtur að mæta Ég trúi ekki, hann kóngurinn Njarðvík núna Já, ég verði að ökkur ég ætla að ringi hann bara núna bara eftir 2 mínútur Við þakkum fyrir hlustunna, við verðum mættir hér aftur á föstudaginn eftir viku góða helgi og ég minna á það eru konar 4 nýja pítsur sem að Eva Löfi hjálpaði Shaken Pizza með og við fengum að smakka þær á hann, þær eru geggjaðar þannig að tekkja á því, góða helgi og heyrumst næsta föstudag Hlaðvarp FM 95 Blö